Það er almenni markaðurinn sem skapar verðmætin, það er almenni markaðurinn sem skapar gjaldeyristekjurnar til þess að við getum haldið út í opinberri þjónustu. Þurfum við ekki bara að taka þessa styttingu vinnuvikunar og henda henni út fyrir hafsauga? Þetta var bara della, það vita þetta allir. Ásgeir Jónsson sagði að þetta hafi verið heimskulegasta sem að vinnumarkaðurinn hefði nokkuð tíma gert á fundi viðskiptaráðs hérna fyrir örfáum mánuðum. Þið vitið að þetta er algjör brandari, þetta var aldrei að fara að virka. Þurfum við ekki bara svolítið að setja höfuðið niður fyrir okkur og hætta þessu? Ég hef hitt konur sem hafa einmitt sagt þetta við mig, er ekki hægt að taka styttinguna tilbaka, og ég hef svona, þú veist, flissgrátið með sjálfri mér og hugsa bara hvað er hægt að klúðra hlutunum yfirgengilega þessar verka konur sem að sjálfsögðu vilja fá meiri tíma fyrir sig og sína fjölskyldur, koma og segja bara, heyrðu, bara taki þessa styttingu. En vandinn eru þetta, eins og Villi hefur hér verið að lýsa, það mátti ekki koma fjármagn með þessu. Þannig að styttingin kom inn til dæmis í okkur, þá var samið hana í kjarasamningunum 2020 og þá var efling auðvitað í verkföllum til þess að berjast fyrir hærri launum og betri vinnuaðstæðum og við fengum þessa styttingu svona bara með. Þá voru aðrir sem leiddu þá baráttu meðal annars BSRB. En við sáðum alltaf yfir samningsborðið af því að við vorum þarna með samninganefnd, ég var þarna nýkomin út úr leikskólanum og það var fullt af fólki með í samninganefndinni sem var að koma úr leikskólanum og við sáðum alltaf yfir borðið við samninganefnd Reykjavíkurborgar. Það er ekki hægt að gera þetta inn í kerfi sem er svona illa laskað nema það fylgir með fjármagn og það var auðvitað ekki hlustað á það og við bara skrifum undir þetta og hrósuðum svo sem sigri eftir þessa kjarasamninga þar sem við fórum í þessi löngu verkföll og það stóðu allir gegn okkur meir og minna. Við fengum samt auka hækkanir þannig að við vorum auðvitað fyrstum í ána með þessa samninga. Svo er styttingin innleidd þarna áramótin 2020-2021 og það kemur smá kostnaðar auki með fyrir vaktavinnuna. Þannig að það er augljóslega ekki hægt að vera með vaktavinnuprógrammið nema að breyta þá mönnunarmódelinu einhverju leyti en dagvinnan hún er bara innleidd með þessum hætti, það bara má ekki kosta neitt og auðvitað fyrir fólk sem er í skrifstofustörfum þá breytir það litlu vegna þess að þú þarft að nýta styttinguna og þú slekkur bara tölvunni og getur bara farið frá en í umönnunarstörfunum ef að manneskja fer út eins og vilja vera að segja og það kemur engin önnur í staðinn þá er augljóst að manneskjurnar sem eftir eru mest konur, 80% konur þær þurfa þá bara að hlaupa hraðar, sinna fleiri börnum í einu, takast á við sífellt erfiðari aðstæður og þessi stóru lýðheilsu markmið sem að borgin setti sér í þessum kjarasamningum þegar styttingin kom minnkandi veikinda, fjarveru og almennt betri líðan þau hafa náttúrulega augljóslega ekki náðust, það er ennþá mjög hátt veikinda hlutfall. Og hefur aukist á sama tíma. Já, og svo eru þetta mjög allavega hér á höfuðborgarsvæðinu hjá almennu starfsfólki og það er nú kannski víðar. Ég auðvitað þekki Reykjavík best og raunverulega, við erum ekki með leikskólafólk neins staðar annars staðar þannig ég bara einbeiti mér að Reykjavík.